Veitingastaður Geitafell á Vatnsnesi, hann nýtur nokkurra sérstöðu. Hvað geturðu sagt mér um hann? Já, þetta sjávarréttarstaður. Hér lifðu bændur hér forðum á sjósókn. Þannig að við ákveðum það hjónin að hafa þetta sem veitingastað, sjávarréttarstað. Og þetta var í upphaflega hlaða hérna og breytti þessu í þennan veitingastað sem núna. Og hér eingöngu sjávarréttir og það eru sjávarréttarsúpa með salati og heimabökuð brauð og steiktur silungur, pönnusteiktur silungur og humar. Hérna í gamlu hlöðunni? Já, hérna í gamlu hlöðunni. Hérna þessa jörð keyptum við 2002 hjónin og ákveðum að sölsa hérna svolítið byggðum þennan bæ hérna sem fer aftan okkur og í svona íslensku sveitastíl, íslensku sveitarbæjarstíl. Og svo var ég í smá vandræði með hvað ég ætti að gera við súrustjörnin. Þannig að vinur minn kom hérna frá næsta bæ og spurði, ertu ekki hálfu skoti? Ég sagði, jú, þá gera þetta að skoskum kastalatjörn. Og það var úr. Og í honum eru svona, já, þetta er svona lítið safn. Fyrst þetta er minjar sveitingana hérna, hetjurnar sem héldu Vatnsnesinni byggð. Svo annara hæð, það er allt skost og Manchester United. Og síðan þetta að fara upp á þriðju hæð, þá sérðu bara yfir flóan hérna, yfir á Strandir og yfir á Skagan. Og þetta er það sem gerir Geitafell að svolítið sérstöðu, sko, með annar. Og svo náttúrulega stutt hérna á Illugastaði, þar sem náðarstund, sem bókin Náðarstund var skrifað um. Nathan og Agnes og Friðrik. Og Tjörn hérna, eitt bara á milli. Og þú þekkir ansi vel til þar? Já, ég ólst þar upp frá 9 ára aldri. Faðir minn var prestur þarna í 33 ár. Og þar liggja þau í kirkjugarðinum, Agnes og Friðrik. Og það mikið farið þangað. Og hérna eru miklar söguslóðir, má segja. Það er engin tilviljun að þið viljið vera á þessari lóð hér, þessu landi hér, Geitafelli? Nei, það var nú, ég keypti þetta á Ríkiskaup og var svona heppinn að ná jörðinni, sko. Ég náttúrulega alinn upp hérna í þessari sveit. Komum frá Kanada. Pabbi var fyrst prestur á Heitölum, síðan Grímsey, Kanada og síðan hérna á Tjörn. Og meðan við varum verið að byggja upp á Tjörn, þá legði pabbi hérna og mamma á Geitafelli. Hérna nú mínar æsku stöðvar, sko. En svo tengist náttúrulega, sko, Vatnsnesi við, sko, bæði hérna Skotland í gegnum föður minn og svo Manchester United. Því að Sir Matt Busby og faðir minn, þeir voru miklu vinir og skrifuðust á allar sín ævi. Og það eru fullt af bréfum í turninu frá Sir Matt Busby sem var stjóri Manchester United sem að skrifa hérna út af Tjörn og Vatnsnes. Þannig að það er engin tilviljun að þess gamli hélt með Manchester? Nei. Enda hérna gekkum alltaf vel, sko, þegar Skotar stjórnuðu, sko, svo kom Sir Alex Ferguson seinna, sko. Og Skotar hafa haft mikil ítök hérna í Manchester. En hvernig taka ferðamenn þessum stað og þessu safni sem er svona langt úr alfara leið? Þeir taka þau bara mjög vel. Það eru farnar að koma hérna sérstaklega englendingar. Þeir koma alveg bara ég segja nú ekki stríðumsraum, en þeir hafa mjög gaman að sjá safnið. Og þeir eiga bara ekki til orð, sko. Að þessi kóngur, Sir Matt Busby, í knattspyrnuheiminum, skildi skrifa hérna út á Vatnsnes sem að nánast engi veit hvað sko. Þeir fannst þetta mjög merkilegt. Sem það náttúrulega er. Já, það er það.
og hérna treyja sko sem að hann hérna George Best gaf föður mínum sem ég með hérna í safninu líka og mynd af honum og fleirum sko, þeir voru miklu svona góði kunningjar sko. Hvernig hafa ferðamenn tekið ykkar veitingast? Mikil trafík hér? Já, hér mikil trafík á sumrin. En þetta náttúrulega, við erum með þetta opið frá 15. maí til við ætlum að hafa til loka september í ár. Þetta alltaf auka sko. Og þetta fær mjög góða dóma og það má allavega sko, þegar fólk kemur hérna og verður fastir kunnar, þá boðar þetta bara mjög gott. Hvað heldur að komið margir yfir sumarið? Já, ég geti trú að væri svona 6.000 manns, 6.000–7.000. Og það náttúrulega mest það svona 85% útlendingar. En svo náttúrulega mikið Íslendingar líka og að gera að koma í turninn og sjá safnið þar.